Ég vil þakka samtökunum fyrir að leyfa tísku að komast hér að. Og tíska á Íslandi einstaklega lítil og atvinnugrein og mér finnst mjög gaman að sjá að kvikmyndaiðnaðurinn og tónlistaiðnaðurinn komið svona tölur og svona samtök og það hægt að lesa úr tölum. Því miður tískuiðnaðurinn ekki komið svo langt. Ég sem sagt á fyrirtæki, ég ætla eiginlega að byrja því að kynna ykkur fyrir því hvernig ég byrjaði. Ég sem sagt prjónahönnuður og algjör nörd í prjóni og ég lærði það af ömmu minni. Og ég vil meina að prjón sé svona eiginlega, leið til að búa til meditation og ég kem að því seinna í fyrirlestrinum. Ég vil meina að prjón sé ákveðin verkfræði og hef spurt verkfræðideild Háskóla Íslands af hverju ekki kennd textilverkfræði hér, en það gert í mörgum háskólum erlendis. Ég eiginlega kom mér áfram að hreinlega á því að vera saklaus frá Íslandi og hafa ástríðu fyrir einhverju. Og ég lærði í Parsons School of Design. Ég sem sagt á fyrirtæki sem 15 ára og mér finnst mjög gaman að glugga í skýrslu viðskiptaráðs fyrirtæki á Íslandi. Þó ég sjálfur sér, viðskiptalega sér betri tölurnar hvað þessi litlu örfyrirtæki borga af launum á Íslandi. En mér finnst mjög gott að sjá að þessi örfyrirtæki sem eiginlega allur skapandi greinar falla undir sem sagt 90% af fyrirtækjum á Íslandi. Ég sem sagt í þeim flokki. Og hvað á bakvið prjón? Hvað hugsa allir þegar þeir hugsa prjón? Og það amma að prjóna. Þetta það eina sem fólk kemur í huga fólks. Mér varst einstaklega gaman að finna þessa mynd frá Banksy. Af því að hann meiri segja skilgreinir þetta svona líka. Og einstaklega, punk's not dead, I'm right there with you. I'm a punk. En prjón ekki bara amma gamla að prjóna heima í stólnum. Prjón og textiliðnaður í ansi mörgu sem við gerum okkur ekki grein fyrir. Og fyrirgefiði eiginlega allur minn business fer fram á ensku og allir mínir fyrirlestrar fara fram á ensku, þannig að ég hélt bara áfram með þetta á ensku. En þarna sjáu þið að það fullt af efnum, eiginlega öll jersey-efni í sporti, undirfatnaður sokkar allt prjónað á svokallaðar circular machines. Á einum mínum ferðum til textilháskólans í Borås fann ég þeir að þróa það að prjóna æðar. Af því að prjónið hefur eiginlega frábæra eiginleika í að nota sem sagt því að það svo teygjanlegt. Þannig að prjónið komið ansi langt. Það ekki bara amma að sitja í stólnum. Ég eiginlega listaði upp það sem ekki framleitt á Íslandi og ég þarf í mína framleiðslu. Það eiginlega allt. Og mér líður svolítið svona eins og reyna að búa til symfóníuhljómsveit og það eina sem ég get fengið básúnan. Ég hef unnið hjá þessum fyrirtækjum og bjó lengi í New York í 13 ár. Og hef starfað bæði í Bandaríkjunum, Ítalíu og Englandi. Og ég ætla svona að hlaupa hratt yfir prjóna nördin Steinun sem byrjaði á kaðlaprjóni, fór yfir í Kasmír, gerði stærsti Kasmírframleiðandi Bandaríkjanna, prufaði allt sem hægt var að prjóna, alla tegundra gagni, meiri Kasmír, bjó til Kasmírgagn, fann gagn í Japan, skoðaði allt á milli himins og jarðar sem hægt var að hugsa sér, meiri Kasmír, hör, allt sem ég gat eiginlega fundið.
Svo fór prjónið að verða því dæmi, það var hægt að sjást að það var prjón. Það var eitthvað miklu meira. Það var hluti af heilli línu. Mér finnst mjög gaman að sýna þessa mynd, þetta Gucci, en þetta ljósmyndað á Íslandi árið 1998. En þá fínni prjón, alls konar útfærslur á leðri, allt sem ég gat hugsanlega fundið upp og leyft mér að finna upp á vinnumeili erlendis, hvort sem var að prenta á prjón eður ei, eða pröfu eitthvað annað, heklað, það var líka mjög skemmtilegt. Prjónuð efni, jersey efni í bikini, og þar eftir fram götunum sér tjöll í grunninn notar sama eiginlega í verkfræðinni eins og prjón. En hvaðan fæ ég allar þessar hugmyndir fyrir mitt fyrirtæki? Jú, það nú ekki langt að sækja. Það nú einu sinni þannig að þegar maður býr erlendis lengi þá saknar maður Íslands. Og Ísland algjörlega í grunninn það sem ég notfæri mér. Og það sem fæstir skilja að þegar þú ert búin að búa lengi í erlendum borgum, þá creativity hér meira heldur en nokkuð staðar annars staðar. Og það vegna nálægðar, smæðar, og við þekkjum öll hvort annað í skapandi greinum. Að þekkja manni svo Sigtrygg og sjá hann spila og heyra hann tala, það gerist ekki í hinu stóra tískuheimi í New York. En ég sem sagt nota íslenska náttúru til að búa til munstrin. Og hef lengi gert. Ég skapa hraunið í pelsinum. Já, nota fiskiróðir. Eða ljósmyndir frá ljósmyndurum. Þetta Klaus Franski. Eða hvernig munstrið á hreinni á mætir jökulá. Það mjög skemmtilegt að nota það. Skítugur snjór. Vindbarinn snjór. Snjór sem býr til sérlega skemmtilegt munstur. Klaki í vatni. Hafís, prjónaður. Nýfallinn snjór. Vatn. Litur. Hverir. Munstur í kringum hverir. Eitt af mínu skemmtilegasta dæma á Íslandi hverirnir. Óendaleg uppspretta. Á Rauðasandi. Kemur frá mjöðm niður á gólf. Eða hryggirnir í Landmannalaugum. Ég plísir það pilsið. Steinun fyrirtæki 15 ára. Ég mjög stolt af því. Það líka jafn gamalt á Listaháskóla Íslands. Einstaklega gaman að geta talað það, því að það var ekki fyrir árið 2000 að hægt var að læra fatahönnun á Íslandi. Og það voru ekki bara karlmenn sem fluttu inn til Íslands, víkingarnir, það voru líka konurnar. Og mitt fyrirtæki við farið gegnum alls konar dæmi, fámennsku, hvað var hægt að gera og hvað var ekki hægt að gera. Og öll mín inspiration eins og þið sjáið áfram, þið munu núna sjá fullt af myndum frá fyrirtæki mínu, en ég vinn mjög myndrænt. Það eiginlega eðli tískuhönnuðar að vinna myndrænt. Það sem ég vil kannski tala hér hvað gerist í framleiðslu á Íslandi. Ég hef oft verið spurð að því af hverju ég framleiði ekki á Íslandi, og eins og ég segi, það bara ein básun á Íslandi og það bara fyrir íslenska lopan. Það ekki neitt annað í boði. Enga prjónaversmiður aðrar í boði nema fyrir íslenska lopan. Þannig að ég framleiði allt erlendis. Og það vegna þess að þau ert búin að kynnast hágæðum í erlendis frá, þá veistu hvað gæði þýða.
Prjón í sjálfum sér einstaklega skemmtilegt mídía að vinna með því að þú færð bara þráðinn. Þú býrð til úr því sem þú færð. Þú kaupir ekki efni tilbúið, þú lætur prjóna það eftir þinni uppskrift sem ég finnst náttúrulega einstaklega gaman því í leiðinni verð ég textílhönnuður sem mjög mikilvægt. Ég kem úr þeirri aldagömlu hefð að amma kenndi mér að prjóna og eins og ég sagði áðan þá ég prjóna nörd og fyrirtækið mitt 80% af því selur prjóna fatnað. Bæði fyrir karlmenn, lína sem ég byrjaði fyrir nokkrum árum og afmælisgjöf til fyrirtækið míns í ár var home collection. Mér finnst mjög gaman að gera það. Lítil fyrirtæki á Íslandi og eins og tískufyrirtæki þegar engin iðnaður eiginlega í kringum það, þá þarf að finna mjög skrýtna leiðir. Það eru mjög fáir styrkir, þú þarft að borga alla framleiðslu fyrirfram, þú þarft að borga alla tolla áður en það voru afnumdir fyrirfram. Þannig að leið og þú færð þína línu inn á gólf þarft að vera mjög vel undirbúin yfir því hvernig þú ætlar að borga þetta allt. Því að þú selur línuna ekki á mánuði alla til að borga alla reikninga. Það hefur verið rosalega lítið fjármagn til í gegnum tíðina að styrkja við þennan iðnað til að koma þeim í gegnum þess ég vil meina þessa hömp að borga allan brúsan. Að hanna ekki bara að búa til eina flík. Að hanna heil collection. Það geta orðið 70 stykki sem þú framleiðir. Og í sjálfu sér finnst mér það bara mjög fínt því að ég vön að vinna þannig. En það inniheldur húur, trefla, sokka, legwarmers, kjóla, buxur og allt þar á milli. Að framleiða síðan að framleiða í stærðum. Það sama vinna að framleiða 12 stykki eins og 120.000 stykki. Það bara talan sem þú setur á production order í lok dagsins. Að hanna heila línu og framleiðana tekur 9 mánuði. Og að vera sá sem hannar, framleiðir og selur síðan vinnuna náttúrulega óendanlega mikið apparat að fara í gegnum. En með einstakri gleði að mæti vinna á hverju mótni því mér finnst þetta svo gaman. Það náttúrulega segir sig alveg sjálft að umhverfi hér býður ekki upp á að þú getir stækka mjög mikið. Fataiðnaður á Íslandi á stórum krossgötum og af hverju það? Fólk að breytast. Fólk að breyta því að versla. Stóru fyrirtækin eins og H&M og Zara, fólk aðeins að skoða í kringum sig. Það búið að vera einstaklega áhugavert að fylgjast með hvernig Íslendingar og hegðunarmunstur þeirra að versla erlendis Og það sést yfirleitt á tölum sem yfirleitt postaðar í öllum dagblöðum, sem ég finnst mjög merkilegt að skoða, því að þegar þú sér iðnað erlendis og berð það saman, þá eins og við höfum ekki trú á íslenskum fataiðnaði, sem ég finnst óskaplega merkilegt. Það eru margar leiðir til að stækka fyrirtæki á Íslandi og mér langar óskaplega að nefna fyrirtæki Chanel sem byrjaði fyrir 100 árum síðan og rosalega stórt í dag. Það byrjaði kona, það fyrirtæki, og Chanel held ég sé eitt af stærstu fatafyrirtækjum í heiminum í dag og hefur mesta input á tískumarkaðinn. Mér finnst líka rosalega mikil misskilningur í því ljósi að hvað tíska? Fyrir mér tíska það sem endist í mörg ár, ekki það sem endist í 3 mánuði.
Og ég vil meina að þær konur sem komin í búðina til mín og segja já, ég er búin að eiga peysu frá þér í 9 ár, ég er komin til að kaupa aðra. Það er hinn hefðbundna tíska sem þú vilt að sé í gangi, en ekki þessi sem er bara 3 mánaða. Eins og þið hafið séð hérna, þá er rosalega mikið af íslenskum áhrifum á allri minni línu, hvort sem það er þjóðbúningar eða eitthvað annað. Mér finnst mjög gaman að benda á að hlutföllin á hattinum er jafn hátt og á höfufati á faldbúningi. Ég hef farið með línu mína á marga staði erlendis, sýnt á mörgum stöðum erlendis og tekið þátt í mörgum sölusýningum erlendis og það hefur alla tíð verið ákaflega lærdómsríkt. Það er nú einu sinni alltaf þannig að fatahönnuð hvers lands fólk tekur það fram yfir þennan innflutta hönnuð sem í sjálfum sér við myndum örugglega gera það líka hér. Ég vil líka meina að ef við skoðum fatahönnun til dæmis bara í Danmörku sem okkar eigið tískuráð Íslands sem var stofnað í kringum 2001 er að láta taka saman tölur fyrir okkur svo við getum bent á hvað textíliðnaðurinn er til dæmis í Danmörku en hann er bara 25 ára gamall og hann er orðinn einn af 3 stærstu útflutningsdæmum Dana. Þannig að það eru gríðarleg tækifæri á Íslandi. Og það er ekki bara í tískuheimnum sjálfum, það er líka í kringum support-iðnað eins og gengur að gerist í hverju landi. Það er til dæmis mér ennþá óskiljanlegt akkur það er ekki fyrirtæki á Íslandi sem framleiðir bara herðatré. Akkur þurfum við að kaupa inn öll herðatré á Íslandi. Það er ekki flókið að framleiða herðatré eða tölur. Sokka prjónavélar kosta ekki mikinn pening. Þannig að fyrir mér er þetta mjög skrítið því það liggur alveg gríðarleg tækifæri í því að koma þessum iðnaði í gang sem er í sjálfum sér einn af okkar elstu iðnuðum því að konurnar sem flutt til landsins með víkingunum þær saumuðu allt. Þær virkilega lögðu það á sig að flytja til lands þar sem ekkert var og þar handsaumuðu allt. Það sést á uppgreftrinum í Hólum í Hjaltadal sem má nefna hér sem gott dæmi. Eins og þið sjáið, þá verða myndirnar mínir betri sem á líður. Það þýðir að með hverju ári verður línan betri, hönnuðurinn betri og allt í kringum iðnaðinn verður betra og stærra. Listaháskólinn er búinn að útskrifa á þessum 15 árum yfir 150 nemendur. Hvert fara þessi nemendur? Við þurfum að búa hér til nám og eitthvað þurfa þeir að fara. Við þurfum að búa til iðnað fyrir þennan áhuga sem er í gangi. Og enn og aftur sjáið þið að mín uppspretta af hugmyndum, hún kemur til dæmis bara úr myrkrinu. Eða snjónum, enn og aftur. Our natural resources er ekki bara ál. Eða það sem við sjáum á himninum. En þráðurinn er búinn að fara með mig ansi langt og ég vil meina að þráðurinn hafi gefið mér nýja sýn á hvernig ná að vinna og það er ekki bara prjónið sem ég hef haft mikinn áhuga á í gegnum tíðina, það er líka sýningar. Sýningar og eins og ég segi enn og áður, sýningar á Íslandi, það er búið að vera mikil lífsreynsla að skoða sýningar á Íslandi og fá að taka. Og by the way, vitið hvað það er cool að geta farið á post office og sagt ég ætla að fá eina örk af Steinunnar frímerki. Það er ógeðslega cool
og setja sína eigin hönnun á umslagið. Ég skora á okkur, mér finnst það ógeðslega kúl. Já, það mjög gott að geta talað föður minn. Það ekki bara Ísland, það líka fjölskylda sem hefur áhrif á hönnun þína. Og ég tileinkaði föður mínum þessa collection. Ég sem sagt sjómannsdóttir og kannski það ástæðan fyrir ég með verslun út á Granda. En það mikilvægt að skoða í sinni eigin sköpun umhverfi sitt og ég held nú þess vegna að íslenskir skapandi aðilar séu einstaklega frjóir í sínum hugmyndum, hreinlega vegna þess að íslensk náttúra einstök. Hér eitthvað sem hvergi annars staðar. Það alveg á hreinu. Og eins og ég hef sagt eins og ég sagði á hann að búa erlendis í svona langan tíma, ég held við gerum okkur ekki grein fyrir þessari klisju, hvað hún mikilvæg fyrir okkur. Að þetta land með öllu sínu skrýtna hrauni og öllu því sem við höfum, að geta keyrt hérna í 2-3 tíma og þú komin að glacier eða jökli, hvergi annars staðar í heiminum getur gert það. Og nú kem ég aftur að þessum sýningum. Ef ég byggi ennþá í New York, þá væri ég ekki að halda sýningar. Og það gríðarlega mikilvægt að fá að halda sýningar og skoða sín eigin verk á sínum eigin sýningum. Því að listamaðurinn í þér, hann einungis stafnar. Ég hef líka tekið að mér að gera sýningar fyrir önnur söfn sem hefur verið gríðarlega mikilvægt að kynnast þá í leiðinni þessari miklu frjóu sköpunargáfu sem hér í gangi. Fyrirgefið því, ég sem sagt höfundur Icelandair búninga, þeim fannst ekki sniðugt að ég sá hann svona. Hún semst með 3 hatta. Ég einna með hönnuðum af Icelandic Expo í Shanghai árið 2000 sem var gríðarlega áhugavert verkefni að taka að sér og gera fyrir hönd Íslands. Þetta línan inn í röðin inn í paviljónið í svokallaði soft opening 2 dögum fyrir hina eiginlegu opnun. Það var verið að testa allt. Það þurfti hermenn til að stjórna röðinni daginn eftir því það fór allt úr böndunum. Ég hef gert þó nokkuð marga sýningar á Þjóðminjasafni Íslands og hönnunarsýningar bæði í erlendum söfnum, hönnunarsöfnum í París, Þýskalandi og Svíþjóð. En mér þykir mjög vænt þessa sýningu sem heitir Tíska. Og ástæðan sú að þetta voru kjólar saumaðir af íslenskum konum fyrir íslenska konur. Ég tek það fram að draktin sem þið sjáið hér, þessi rauða, hönnuð af bóndakonu í Hveragerði á hernámsárum og hún stendur alveg fyrir sínu árið 2015. Þessi brúðarkjöld sem þið sáið, þar efnið ofið á Guðrúnu Vigfúsdóttur á Ísafirði. Ég myndi gjarna vilja komast að því hvar allir þessi vefstórar í dag, því það væri gaman að byrja aftur. Að sjálfsögðu var karlmaðurinn með þarna í skugganum, því að án þeirra gætu við ekki lifað, en konurnar voru fínar, get ég sagt ykkur. Ég hef tekið að mér að gera samfélagsverkefni sem heitir Rhythm Knitting. Þar læt ég workshopið og eitthvað áhugavert fyrir þig. Ég læt alla prjóna í upphafi undir músík og þá sérstaklega trommum. Þetta verkefni hefur verið einstaklega áhugavert að taka þátt í og í sjálfum sér þetta orðið að meiri háttar gjörning sem prjónið hefur leitt mig inn á
og skemmtilegt að segja frá því og það geta allir tekið þátt í því. Ég er búin að halda þetta workshop eða gjörning í mörgum löndum, allt frá Alaska yfir til Svíþjóðar. Já. Og þið sjáu það, ég byrjaði að láta fólki prjóna með höndunum undir trommuslætti með ljósum sem varð að listaverki, ljóslistaverki sem ég mun gera hér og þráðurinn hélt áfram inn í silfursýninguna á Þjóðminjasafninu sem ég fannst mjög gaman að geta því að þar sýndum við 2200 muni sem er eiginlega jafn mikið eins og í grunnsýningunni og ég þræddi næstu því alla sýninguna saman. Og ég ætla að enda hér á projekti sem í gangi núna sem búið að sýna í mörgum hönnunarsöfnum, það sem sagt Frankfurt hönnunarsafninu, Royal Library í København, Kóta safninu í Hollandi og á leiðinni til Bandaríkjanna á 2 staði, það The Weather Diaries sem samstarfsverkefni Grænlands, Færeyja og íslenskra fatahönnuða. Og enn ég að vinna með þráðinn, þetta allt hengt upp, síðan ljósmyndað og ég nota höfuðbúnað faldbúningsins og installationi sem ég geri á þessu svona stórt. Það tekur heila viku að setja það upp með 5 aðstoðarmanneskjum. Takk kærlega fyrir mig.